Tveir farþegar komust lífs af þegar farþegaþota hrapaði í miðju íbúðahverfi í Pakistan í gær. Annar þeirra stökk út úr brennandi þotunni eftir að hún skall til jarðar. Á 700.000 fyrirtæki nýttu sér hlutabótaleið stjórnvalda en listi yfir þau fyrirtæki sem settu flesta starfsmenn á hlutabætur hefur verið birtur. Fjöldinn sýnir hversu þörfin var brýn, segir framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins. 1000 Pólverjar hafa farið eða eru á leið úr landi vegna kórónuveiru faraldursins og afleiðinga hans. Hins vegar eru 100 Pólverjar á leið til landsins, margir til að vinna í byggingariðnaði. 100 umsækjendur alþjóðlega vernd hér á landi fá efnislega meðferð hjá Útlendingastofnun vegna kórónuveiru faraldursins. Fyrirhugaðar reglur sjúkdómavarnir í fiskeldi leggjast illa í veiðimenn sem segja atvinnuvegaráðuneytið þjóna hagsmunum norskra fiskeldisfyrirtækja sem þurfa að lúta mun strangari reglum í Noregi. Gott kvöld. 97 létust þegar farþegaþota brotlenti í miðju íbúðahverfi í Pakistan í gær. 2 menn lifðu slysið af. Annar þeirra segir að hann hafi rankað við sér í brennandi þotunni, séð ljós og stokkið út. Fyrstu fregnir af slysinu voru á þá leið að enginn gæti hafa lifað það af. Svo greindu yfirvöld í Pakistan frá því að 2 farþegar væru á lífi. बच्चे भी थे, बड़े भी थे, बुजुर्ग भी थे, उन्होंने जो है वो चीखों पुकार शुरू हो गई, लेकिन उससे पहले जब उन्होंने रनवे से दोबारा उठाया जहाज, उस वक्त ही आयतें वगैरह, अल्लाह के नाम लेना, हर चीज़ शुरू कर दी थी, कलमे वगैरह पढ़ने शुरू कर दिए. Hann misti meðvitund þegar þotan hrapaði en rankaði aftur við sér eftir að hún hafði brotlent. कोशिश की लेकिन वो क्रैश हो गया और उसके बाद जो है पूरे प्लेन में आग लग गई है. 8F मेरा सीट नंबर था और पूरे प्लेन में आग लगी है तो मैंने अपना सीट बेल्ट जो है वो उतारा है. उतारने के बाद मुझे रोशनी नज़र आई. उस रोशनी को देखते हुए मैं बाहर निकला और जंप लगाकर 10 फीट की हाइट से मैं बाहर आ गया. 97 fórust í slysinu. Þeirra á meðal hjónin Nita og Waqas Tariq og 2 börn þeirra sem ætluðu að fagna síðustu dögum Ramadan og Eid al-Fitr, einni stærstu hátíð múslima sem hefst á morgun með stór fjölskyldunni í Karachi. बच्ची का जो उनकी बेटी है आयमा, उसका रोज़ा था. वो रोज़ा यहाँ पर खुलवाना था. तो बस हमारा तो भाई चला ही गया है. अब हम क्या कहें, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अज़ाला कोई भी नहीं कर सकता. हमारा पूरा ख़ानदान लुट गया है भाई. Þotan var að gerðinni Airbus A320. Áður en hún hrapaði sendi flugstjórinn út neyðarkall og sagði vélina hafa mist afl. Orsök slyssins eru enn ókunn en flugfélagið lofar óháðri rannsókn. एक शफाफ इंक्वायरी होगी जिसमें PIA का कोई रोल नहीं होगा, जिसमें सिविल एविएशन का कोई रोल नहीं होगा. ये इंक्वायरी बैनुल-अक़वामी मुसल्लमा असूल के मुताबिक एविएशन मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त से मुरतब करेगी, जो कि इस वक्त समरी अप्रूव हो रही है और वो इंस्पेक्टर्स आके इसको इंस्पेक्ट करेंगे. Framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins segir lista yfir nöfn fyrirtækja sem nýttu sér hlutabótaleið stjórnvalda sýna að full þörf hafi verið á úrræðinu. Á 700.000 fyrirtæki fóru hlutabótaleiðina. Eftir að hlutabótaleiðin var samþykkt og fyrirtæki hófu að nýta sér hana, var greint frá því að stöndug fyrirtæki, jafnvel fyrirtæki sem nýverið höfðu greitt sér út háar arðgreiðslur, höfðu notfært sér þetta úrræði. Þetta vakti reiði ráðamanna sem kölluðu eftir því að listi yfir fyrirtæki sem nýttu sér leiðina skildu birtur. Listi var birtur í gær en í millitíðinu höfðu nokkur fyrirtæki tilkynnt að þau hygðust endurgreiða þá fjármuni sem atvinnuleysistryggingasjóður lagði út í þeirra nafni. Rúmlega 6.300 fyrirtæki nýttu sér þetta úrræði. Einungis nöfn þeirra fyrirtækja sem fóru þessa leið fyrir 6 starfsmenn eða fleiri voru birt og voru þau 1100 talsins. Langflest þeirra eru tengt ferðaþjónustu á einn eða annan hátt. En þarna var einnig að finna íþróttafélög, sveitafélög, byggðarsamlög og fyrirtæki í hinum fjölmörgu geirum atvinnulífsins. Framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins segir listan sína að full þörf hafi verið á úrræðinu. Við sjáum að þetta eru fyrirtæki hringinn í kringum landið úr öllum geirum atvinnulífsins og þess vegna sjáum við að þetta úrræði hefur gagnast mjög víða. Núna er sólin farin að rísa á lofti og blóm í haga. Vonandi fyrir hagkerfið að taka við sér og þetta fólk sem fór á hlutabótaleiðina geti þá farið í fullt starfa á nýjan leik.
Mikilvægast sé að koma í veg fyrir langvarandi fjölda atvinnuleysi sem sé afar kostnaðarsamt fyrir þjóðfélagið. En á einhverjum tímapunkti þarf að taka plásturinn af. Já, ef að land ekki farið að rísa hjá þessum fyrirtækjum í lok sumars, þá verðum við einfaldlega að horfast í augu við það að mögulega þurfi fólk að missa vinnuna, en við vonum svo sannarlega að til þess kom ekki, því atvinnuleysi og verður alltaf eitur í beinum Íslendinga. Þegar úrræðið var kynnt var það opið og í raun engin skilyrði sett fyrir því að geta leitað í það. Önnur en að það væri vegna tímabundins samdráttar í starfsemi vinnuveitanda, sem sýndi sig að reyndist huglægt mat. Það var svo 15. maí sem ríkisstjórnin samþykkti frumvarp félagsmálaráðherra að framlengja úrræðið og setja þau ákveðin skilyrði. Þannig mega æðstu stjórnendur fyrirtækja sem sækja í leiðina ekki vera með meira en 3 milljónir króna í mánaðarlaun næstu 3 árin og fyrirtækin mega ekki greiða út arð. Vinnumálastofnun fær sömuleiðis heimildir til að krefja fyrirtækjum endurgreiðslu hafi skilyrðin ekki verið uppfyllt. Einn greindist með kórónuveiruna í gær í skimun hjá Íslenskri erfðagreiningu. Hann var ekki í sóttkví. Nú eru því 3 með virkan sjúkdóm en alls hafa greinst 1804 með veiruna hér á landi. 500 sýni voru tekin hjá veirufræðideild Landspítalans og hjá Íslenskri erfðagreiningu. Enginn er á sjúkrahúsi en nærri 900 í sóttkví. Alls hafa verið tekin nærri 59.000 sýni. Á mánudaginn verður slakað verulega á samkomutakmörkunum þegar 2 metra reglan verður valkvæð. Líkamsræktastöðvar verða opnaðar og 200 manns mega koma saman. Þá verður einnig síðasti upplýsingafundur almannavarna. Jair Bolsonaro, forseti Brasilíu, á í vök að verjast vegna myndbands sem Hæstiréttur í landinu gerði opinbert í gær. Þar sést forsetinn ausa á skálum reiði sinnar og hóta því að reka embættismenn fá en ekki upplýsingar frá lögreglunni. Eu tenho poder e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Myndbandið er tekið á ríkisstjórnarfundi og notað sem sönnunargagn í rannsókn á meintum afskiptum Bolsonaros á glæparannsókn á syni hans. Eu tenho a PF que não me dá informações. Eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. A BIM tem seus problemas, tem algumas informações. Só não tenho mais porque está faltando, realmente temos problemas. Rannsóknin á Bolsonaro hófst í lok apríl eftir að Sergio Moro, þáverandi dómsmálaráðherra, sakaði hann pólitísk afskipti af ríkislögreglunni. Já tentei trocar a gente da segurança nossa no janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na porta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele, troca o ministro. Það hefur hitnað undir Bolsonaro síðan myndbandið var birt en sjálfur gerir hann lítið úr málinu. Mais uma farsa caiu. Não existe segundo do vídeo que possa alguém suspeitar que eu interferi na PF. Lamento, senhor Sérgio Moro, mais uma vez, posando de vítima. Não sei quais são os seus interesses. Og á sama tíma kórónuveiru faraldurinn enn í vexti í Brasilíu. Þar hafa næst flest smitt greinst í heiminum þrátt fyrir að tiltölulega fá hafi verið prófuð fyrir veirunni. Greind smitt eru nærri 340.000 en rétt rúmlega 735.000 sýni hafa verið tekin, samkvæmt upplýsingum á vefsíðunni Worldometers. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin telur að Suður-Ameríka sé nýr miðpunktur útbreiðslu faraldursins og hefur sérstakar áhyggjur af Brasilíu. Norsk fiskeldisfyrirtæki þurfa að lúta mun strangari reglum sjúkdómavarnir í heimalandinu en hér á Íslandi samkvæmt drögum að nýrri reglugerð sem atvinnuvegaráðuneytið hefur birt. Formaður Landssambands veiðifélaga vill að þetta verði leiðrétt því verið sé að þjóna hagsmunum fiskeldisfyrirtækja. Atvinnuvegaráðuneytið birti í vikunni drög að breytingum á reglugerð þar sem eldisstöðvum gert skylt að tilkynna til Matvælastofnunar ef fjöldi lúsa í sjókvíaeldi mælist meiri en sem nemur 3 lúsum á hvern fisk 2 samlíkjandi talningatímabil í röð. Þetta umtalsvert hærra hlutfall en í Noregi þar sem viðmið 0,2 til 0,5 lýs á hvern fisk eftir ástíma. Norsk fyrirtæki sem reka sjókvíaeldi hér á landi lúta þar af leiðandi mun strangari kröfum í heimalandinu. Formaður Landssambands veiðifélaga segir að þetta hljóti að verða leiðrétt. Já, við erum bara mjög hissa á þessu menn sé að leyfa þarna alltaf í 15-falt magn með það sem gerist í Noregi ákveðnum tímabilum og gerum bara ráð fyrir að menn lagfæri þetta. Já, þarna augljóslega bara verið að tjónka við þessa hagsmuni fiskeldisfyrirtækjanna, leyfa þeim að hafa eins mikið lús og þeirra rekstri hentar en ekki verið að huga að umhverfinu. Lengi vel var talið að lúsin myndi ekki þrífast í íslenskum sjó en Hafrannsóknastofnun bendir á
að með auknu laxeldi við strendur Íslands hafi skaðsemi hennar orðið meira áberandi. Lúsasýking getur skapað skilyrði fyrir bakteríu- og sveppasýkingar sem geta haft áhrif á vöxt laxins, lækkað söluverðmæti og dregið hann til dauða. Jón segir að mörkin hafi verið þrengd í Noregi til að vernda villta laxastofninn og því undrast hann mjög að hér sé því öfugt farið. Það með ólíkindum á sama tíma og menn hyggjast leyfa veiði í Ísafjarðardjúpi þá sem menn að kynna til mörk varðandi lús sem eru miklu rýmri heldur en í Noregi og 15 sinnum rýmri. Ég finnst nú bara eðlilegt að þessi norsku fyrirtæki þurfa að sæta sömu skilyrðum hér og heima hjá sér. Bráðabirgðar niðurstaða rannsóknar á meira en 1000 COVID-19 sjúklingum í 22 löndum bendir til þess að ebólulyfið Remdesivir minnki líkur á dauðsfalli verulega. Lyfið er til hér á landi en hefur ekki verið notað. Rannsóknin birtist á vef New England Journal of Medicine í gær en hún var gerð í 10 löndum, meðal annars Bandaríkjunum, Bretlandi og Danmörku. Hún leiðir í ljós að hægt er að stytta bataferlið úr 15 dögum í 11 og minnka líkur á dauðsfalli 80% með því að nota Remdesivir. Thomas Benfield, yfirlæknir á sjúkrahúsinu Hvidovre, sem tók þátt í rannsókninni, segir í samtali við DR að niðurstöðurnar séu frábærar fréttir og líklega uppgötvun ársins. Jens Lundgren, prófessor hjá danska Landspítalanum, segir að fyrir mánuði hafi þeir verið algjörlega varnarlausir, en miðað við þessar niðurstöður standi þeir nú miklu betur að vígi við meðhöndlun COVID-19 sjúkdómsins. Remdesivir er veirudrepandi lyf og var fyrst gefið við lifrarbólgu C. Það hefur síðan einnig verið notað gegn ebólu. Thomas Benfield segir það skipta sköpum hvenær lyfið sé gefið. Það sé þegar sjúklingurinn er orðinn veikur í lungunum og þarf á súrefnið að halda en áður en hann er lagður inn á gjörgæsludeild. Már Kristjánsson, yfirlæknir á smitsjúkdómadeild Landspítalans, segir rannsóknina vera góðar fréttir. Það sé raunar alltaf þannig ef eitthvað kemur í ljós sem virkar. Hann segir lyfið vera til hér á landi en það hafi ekki verið notað þar sem þeim hafi eingöngu verið heimilt að gefa fólki lyfið þegar að það var komið í öndunarvél. 200 Pólverjar bíða þess að komast með beinu flugi frá Íslandi til Póllands. Helmingurinn af þeim 4000 manns sem unnu á Keflavíkurflugvelli er Pólverjar. Fólk af pólskum uppruna er 20.000 talsins hér á landi samkvæmt opinberum tölum, en líklega enn fleiri í reynd. But we are thinking that it's rather more closer to 25,000 because the official numbers of the Icelandic government don't count people who are temporary workers and people who have Icelandic citizenship as well. Eftir að landamærum Póllands var lokað miðja mars var boðið upp á 4 flugferðir frá Íslandi beint til Póllands. Svo síðasta var fyrir 7 vikum. Núna stendur til að bjóða upp á eina ferð til viðbótar. We have about 250 people who have been interested. Some of them have dropped out for various reasons. So now it's going to be 200 people that will be able to go. That's also the maximum capacity. María segir með þessu sé eftirspurn nokkurn veginn annað. Hún bendir á að í bankahruninu hafi helmingur Pólverja hér snúið aftur til Póllands. Það sé ekki raunin nú. Í byrjun faraldursins hafði einhver verið pólskir ferðamenn sem vildu fara úr landi. Now it tends to be people who have lost their jobs and want to go back. Some people just want to go back because they have some family situation or so. Þeir sem hafi búið hér stutt og hafi takmörkuð réttindi í atvinnuleysinu séu líklegri til að fara. Aðrir vilji vera hér áfram og vonist þess að fá starfið sitt á ný þegar atvinnulífið tekur við sér. A lot of Polish people have lost their jobs because a lot of them have worked in the tourism sector. Margir hafi unnið á Keflavíkurflugvelli. Out of the 4,000 employees at Keflavik Airport, I think 2,000 were Polish, so half. Með flugferðin á þriðjudag hafa 1000 Pólverjar farið frá Íslandi með þessu beina flugi á COVID-tímum. We also actually have a lot of people coming to Iceland still. Well, on the flight that's going to take place, we have already 100 people signed up to go in this direction. Margir þeirra hafa fengið vinnu í byggingariðnaði. María segir að Pólverjar hér hafi aðstoðað hver annan í faraldrinum. People were helping others who were in quarantine. Heilbrigðismenntaðir Pólverjar hafi líka svarað kallinu þegar auglýst var eftir heilbrigðisstarfsfólki í bakvarðasveit. Á
Ásmundur Einar Daðason, félagsmálaráðherra, kveðst taka athugasemdir umboðsmanns Alþingis þvingunarúrræði á Stuðlum mjög alvarlega. Umboðsmaður birti skýrslu í vikunni sem liður í svokölluðu OPCAT eftirliti með stöðum þar sem frelsissviptir eru vistaðir. Í skýrslunni segir að félagsmálaráðherrar síðustu 18 ára hafi trassað að setja reglur þvingunarúrræði á meðferðarheimilinu. Meðal annars þurfi að vera skýrara hver tekur formlega ákvörðun neyðarvistun barns og hvert hægt að kæra eða kvarta yfir slíkum ákvörðunum. Heilt yfir sagt margt jákvætt starfsemin á Stuðlum og það starf sem þar fer fram. En vissulega bent á þarna atriði sem við tökum mjög alvarlega og vitna til þess að hafi verið 18 ár sem að slíkt hafi verið trassað. Staðan á þessu svo að við erum auðvitað að undirbúa, það hvatt til endurskoðunar á barnaverndarlögum sérstaklega. Við höfum verið að undirbúa mjög umfangsmikla endurskoðun á öllu þessu umhverfi, barnaverndarlögunum, styrkja eftirlitsþáttinn með sérstakri löggjöf og þau frumvörp var ráðgert að kæmi núna fram á vorþingi en vegna COVID þá verðum við að fresta þeim til haustsins. 100 umsækjendur fá efnislega meðferð hjá Útlendingastofnun vegna COVID-19 faraldursins. 75 hafa fengið neitun síðan farsóttin braust út og kvíða því að landamæri verði opnuð. Fólk hefur mikið traust á heilbrigðisyfirvöldum hér en þá það spurningin hvað tekur við og við upplifum það að margir eru kvíðnir fyrir því hvert þau fara og hvað býður þeirra þar. Reglulega vekja mál barnafjölskyldna athygli sem hafa verið hér til lengri tíma en fá ekki dvalarleyfi. Í ljósi faraldursins snýst mat Útlendingastofnunar nú hvort gera megi ráð fyrir að ekki takist að afgreiða mál fólksins innan hámarks málsmeðferðartíma vegna ferðatakmarkana. En fremur hvernig ríki sem á að senda fólkið til koma efnahagslega út úr faraldrinum. Þetta hefur fyrst og fremst áhrif á umsóknir viðkvæmra hópa, börn sem endursenda átti til Grikklands og Ítalíu vegna þess að þau hafa þegar fengið vernd þar. Á móti kemur stofnunin ekki að afgreiða nýjar umsóknir þar sem landamærin eru lokuð. Stofnunin hefur þegar afturkallað 63 synjanir á alþjóðlegri vernd á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar eða vegna verndar í öðru ríki. Það fólk fær því efnislega meðferð á sínum umsóknum. Helmingur umsóknanna varða börn. Að auki verða 40 umsóknir sem eru í vinnslu hjá stofnuninni teknar til efnislegrar meðferðar sem undir venjulegum kringumstæðum hefðu fallið undir Dyflinnarreglugerðina. Fjórðungur umsækjenda eru börn. Við finnum fyrir miklu létti hjá þeim hópi að vita að nú á eftir að fara í meðferðina af hverju þau flúðu sitt heimaríki og það full ástæða til þess að vera bjartsýn fyrir marga aðra. Spánverjar ætla að opna landamærin sín aftur fyrir ferðamönnum í júlí. Pedro Sánchez, forsætisráðherra, tilkynnti þetta á blaðamannafundi í dag. Spænsk stjórnvöld hafa í skrefum dregið úr takmörkunum vegna kórónuveirunnar síðan í lok apríl. Á mánudag mega Spánverjar aftur blanda geði við fjölskyldu og vini sem búa innan sama héraðs og í júlí verður ferðamönnum hleypt aftur inn í landið. Nokkuð sem skiptir sköpum fyrir efnahag Spánar enda heimsækja 80 milljónir ferðamanna landið á ári. Les anuncio que habrá temporada turística este verano. Tenemos el propósito de garantizar la reactivación del turismo nacional de cara a esta misma temporada de verano. Garantizaremos que los turistas no correrán ningún riesgo y que tampoco nos traerán riesgos a nuestro país. El turismo español tendrá ahora además 2 nuevos sellos: el sello de la seguridad sanitaria y el sello de la sostenibilidad medioambiental. Japönskum læknum hefur tekist að græða lifrarfrumur sem eru framleiddar úr stofnfrumum í kornabarn, nokkuð sem engum hefur tekist áður. Aðgerðin var gerð á barnasjúkrahúsi í Tókíó í mars og var barnið þá 6 daga gamalt. Það var með arfgengan sjúkdóm sem olli því að lifrin gat ekki brotið niður ammóníak sem getur reynst lífshættulegt. Vanalega geta börn ekki fengið lifraígræðslu fyrr en þau eru orðin 3 til 5 mánaða gömul. Þessi ígræðsla var gerð þannig að lifrarfrumum var sprautað í lifur barnsins í gegnum naflastrenginn. Barnið var útskrifað 9 vikum síðar og heilsast vel. 20年以上ですね、ES 細胞の研究をしてきました。ES 細胞と iPS 細胞っていうのは車輪の両輪のように一緒に前に進んでいければ、患者さんたちにとってはすごくメリットが大きいんじゃないかなというふうに考えています。
Það var frábært veður á höfuðborgarsvæðinu í dag, sól og 17 stiga hiti. Það er óhætt að segja að margir hafi nýtt veðurblíðuna vel. Kríur á sveimi voru furðu lostnar yfir sólardýrkendum í Nauthólsvík sem nutu þess að lifa sólinni að skína á kroppinn. Margir nýttu líka tækifærið í hlýjundunum og óðu út í sjó. Aðrir réðust í húsasmíði og reistu sandkastala. Here it is, a groove slightly transformed. Just a bit of a break from the norm. Just a little something to break the monotony of all that hardcore dance that has gotten to be a little bit out of control. Þá meira að veðri, vaxandi suðaustanátt og þykknar upp í nóttum landið sunnan og vestanvert með rigningu þegar kemur fram á morguninn. Norðan og austan til þykknar upp á morgun með dálítilli rigningu síðdegis. Það verður allhvasst sunnanvert landið í fyrramálið en dregur úr vindi upp úr hádegi. Hiti verður á bilinu 8 til 14 stig. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum. Eva Björk Benediktsdóttir sér þær í kvöld. Atvinnukylfingurinn Valdís Þóra átti stórleik á Garðavelli á Akranesi á fyrsta mótinu í stigamótaröð GSÍ á tímabilinu. Valdís Þóra er nú með forystuna í kvennaflokki þegar 2 hringir hafa verið leiknir. Berlínarliðin Hertha Berlin og Union Berlin mættust á Ólympíuleikvanginum í Berlín í gærkvöld. Heimaliðið bauð upp á markaverslu án áhorfenda. Japanska tenniskonan Naomi Osaka er launahæsta íþróttakona heims. Hún er nú launahærri en Serena Williams sem hefur unnið 23 risamót í tennis. Þá skulum við næst rifja upp helstu atriði frétta. 2 farþegar komust lífs af þegar farþegaþota hrapaði í miðju íbúðahverfi í Pakistan í gær. Annar þeirra stökk út úr brennandi þotunni eftir að hún skall til jarðar. Á 700.000 fyrirtæki nýttu sér hlutabótaleið stjórnvalda en listi yfir þau fyrirtæki sem settu flesta starfsmenn á hlutabætur hefur verið birtur. Fjöldinn sýnir hversu þörfin var brýn, segir framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins. 1000 Pólverjar hafa farið eða eru á leið úr landi vegna kórónuveiru faraldursins og afleiðinga hans. Hins vegar eru 100 Pólverjar á leið til landsins, margir til að vinna í byggingariðnaði. 100 umsækjendur alþjóðlega vernd hér á landi fá efnislega meðferð hjá Útlendingastofnun vegna kórónuveiru faraldursins. Fyrirhugaðar reglur sjúkdómavarnir í fiskeldi leggjast illa í veiðimenn sem segja atvinnuvegaráðuneytið þjóna hagsmunum norskra fiskeldisfyrirtækja sem þurfa að lúta mun strangari reglum í Noregi. Þessum fréttatíma er lokið. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn RÚV.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum einnig á að það er hægt að horfa á þennan fréttatíma í RÚV appinu. Verið sæl.